Ég ætla að reikna hérna með ykkur 3 dæmi í einu myndbandi og þetta er dæmi 142, 143 og 144 og við skulum byrja bara á þessu. Dýravinur á 4 ketti og 6 hunda. Hann tekur 2 af köttunum og 4 af hundunum með sér í ferðalag. Á hve marga mismunandi vegu getur samsetning dýrahópsins orðið í ferðalaginu. Og skulum athuga með það. Í rauninni þá skiptir nú ekki máli í hvaða röð hann velur þessi dýr með sér í ferðalagi. Þannig að það er bara verið að spyrja á hve marga vegu, án þess að röð eða hlutverk skipti máli, en að fara að velja hérna 2 ketti af 4 og 4 hunda af 6 til að taka með sér. Og það sem að röð og hlutverk er ekki að fara að skipta máli hérna, þá skulum við nota kombinfallið. Og skulum byrja á köttunum. Þeir eru í heildina 4 og hann ætlar að taka 2 þeirra með sér. Svona. Markvöldu það svo við hundavalið hans. Förum það bara aftur í kombin. Hundarnir eru 6 talsins og hann ætlar að taka 4 þeirra með sér. Þannig að hann getur valið á 90 mismunandi vegu í ferðalagið. 143 er ansi skemmtilegt. Málið er nefnilega að við erum með 7 knattspyrnumenn og við ætlum að skipta þeim í 2 lið, 3 og svo 4 manna. Og röðin hvernig það valið lið ætti nú ekki að skipta máli og þeir gegn ekki sérstökur hlutverki allan á samkvæmt dæminu. Þannig að við ætlum bara að fara henni í kombin og skulum prófa að velja hérna í þetta 3 manna lið. Það eru 7 knattspyrnumenn í boði og ég ætla að velja 3 þeirra. Og svo ýti ég OK og ég fæ rétt svar. Mörgur myndu kannski halda að þegar ég væri búinn að velja 3 þá ætti ég að fara í hérna þessa 4 sem eftir eru. En það er í rauninni ekki hægt að því að leið þú ert búinn að velja 3 í annað liðið þá eru hinir sem eftir eru sjálfkrafa komnir í seinna liðið. Þannig að þeir eru þá getur valdið sérstaklega lið og þess vegna hættir dæmið hér. Við erum ekki að fara margfaldan eitt meira við þetta. Og við hefum síðan fengið sömu útkomu ef við hefum gert kombin 7-4. Þá skulum við fara í síðasta dæmi hérna, eða dæmi 144. Þar fær ljón 3 rétta máltíð. Í forrétt velur þessi 2 af 4 kjúklingum, í aðalrétt 3 af 6 hérum og í eftirrétt 4 af 8 músum. Og hve margir mismunandi hópar dýra geta lent í maga ljónsins. Þannig að við skulum byrja á þessu. Við fáum að náttúrulega velja þessi 2 af 4 kjúklingum. Röð kjúklingana og í maga ljónsins á nú ekki að skipta máli í þessu dæmi. Þannig að ég ætla að fara aftur í kombin. Það eru 4 kjúklingar í boði. Hann ætlar að éta 2 þeirra. Í aðalréttin eru 6 hérar og hann ætlar að velja 3. Það eru 6 hérar og hann ætlar að velja 3. Og í lokin þá er það mýsnar. Hann ætlar að velja 4 af 8. Það eru 8 og hann ætlar að velja 4. Þannig að fjöldi mismunandi uppræðanna á þessum dýrum í maga ljónsins er 8400. Og þá eru þessi dæmi búin.